samkomu á þessum hvað annarri hvítasunnu? Já, ok. Það fékk ekki taugafall. Veit ekkert hvað dagarnir heita. En já, velkomin á samkomu þennan yndislega mánudag sem við erum alltaf samankomin að lofa Drottinn. Hvað annars staðar á maður að vera á mánudögum heldur en hér? Að lofa Guð. Já, ég ætla bara tökum bara smá bæn. Værirðu til í að spila aðeins undir svo mér líður ekki eins og ég sé bara nakinn hérna upp á sviðinu. Þetta hann Daði. Og takk heilagi Faðir fyrir að við fáum að koma hérna saman í kvöld. Fáum að koma saman í þínu nafni að lofa þig. Bara takk fyrir að senda þín einhver son til að bjarga okkur frá syndinni. Og takk fyrir að þessi synd hafi verið borguð. Ég bið þig bara að koma hérna inn og umvefa ykkur öll kærleikanum þínum. Að við fáum bara að vera hérna saman í þínu nafni, að lyfta þínu nafni upp. Svo við gleymum því sem við erum að einbeita okkur að, við þurfum ekki að vera að einbeita okkur að. Svo við beinum sjónum okkar að því sem skiptir máli. Ekki það sem við viljum, heldur það sem við þurfum. Við beinum sjónum okkar að vináttu, að styrkja vináttu hjá vinum sem styrkja okkur. Hjálpa okkur að velja rétta fólkið í kringum okkur. Hjálpa okkur að losa okkur við fólki sem við þurfum ekki að halda í lífinu okkar. Leyfðu þinn farvegi bara að koma að sjálfu sér. Þakka þér fyrir að þú tekur utan um okkur þegar við höfum áhyggjur. Og takk fyrir að við þurfum ekki að hafa áhyggjur ef við erum með þér. Heilagi Jesú, fyrir þig er líf mitt og allt sem ég geri er fyrir þig og þína áætlun. Þú lyftir mér upp á hverjum einasta degi og ég reynir bara að lofa þig með hverju einasta skrefi sem ég geri. Með bros á vör, þá kem ég til þín. Og þetta því hvað annað get ég gert en að brosa ef ég er með þér. Við löpum til þín á hverjum einasta degi. Við gerum okkar besta og þú tekur alltaf á móti okkur. Þú fá að segja ykkur hérna, ég var að hitta ömmu mína í gær. Ég hef ekki hitt hana í heldur 7 ár. Ég var farin í ruglunu og bara eitthvað. Amma mín, hún er 99 ára gömul og hún trúir á Guð sem ég fannst alltaf skrítið. Því ég settist niður hjá henni í gær á elliheimilinu og hún horfði á mig og hún sagði: ég vissi alltaf að þú kæmir tilbaka. Sjáðu þessi fallegu augu þín. Það er svo gott að fá þig tilbaka. Og á þessu augnabliki því ég sá hvað hún er orðin gömul og eitthvað en samt svona spræk og segja brandara og eitthvað og hérna, veist, þetta snerti mér, það var svo erfitt fyrir mig einhvern veginn að átta mig á því hvað ég var búin að í rauninni gera, skiljið. Ég er alltaf að komast meira og meira að því hvað við erum að skilja eftir þegar við erum í rugli, þegar við erum í neyslu og við erum að loka á alla í kringum okkur. Þetta er svo ömuleg tilfinning. En það besta við það var er að ég fekk að upplifa það allt saman og kærleika til ömmu minnar og átta mig á því að út af því að hún var með mig í sinni bænabók, skiljiði, hún var að biðja fyrir mig og hún vissi það. Jesú var búin að lofa henni að ég kæmi tilbaka. Og þá fekk ég einhvern veginn að sitja þarna hjá henni og við fengum að hlæja að því. Ég fekk að segja henni frá því hvað ég var að gera og hvað var að gerast í mínu lífi. Og þetta var bara sturlu upplifun. Allt er það Guði að þakka og ég vil nú meina eftir þessar heimsókn bara að fatta ég að veist það, amma mín á líka partí í þessu. Hver einasti maður eða kona sem hefur beðið fyrir mér, það er máttur bænarinn er rosalegur. Ef þið eru ekki að biðja, what are you even doing, skilur? Það er eiginlega þannig. Það besta við þetta allt saman er að bara, þú veist, maður hafði svo litla trú á þessu að þetta væri það sem myndi bjarga manni. Það er það besta við það, skilur. Að maður einhvern veginn svo bara, já, ok, það sem ég hafði enga trú á er það eina sem ég trúa á í dag. Það eina sem ég trúa á. Út af því að það hefur ræst í mínu lífi og í lífi allra annar í kringum mig sem hafa fjarið þessa leið, að það hefur breytt öllu í lífinu þeirra. Þannig að, þú veist, ég ætla að bjóða ykkur að vera hérna með, við ætlum að rífa þetta aðeins upp hérna og við ætlum að syngja hann Jesú, heilagan Jesú. Og
Þetta lag einhvern veginn svona, ég mæli bara með, standu upp, klappið svo. Used to live like a rebel, didn't want to behave. Thought a wretch like me could never be saved. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, he's sneaking, take my life. I was dead, now I'm alive and singing. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. This that man did no longer, all because of that great robber. Maybe you're the one thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time. Like a thief in the night, he's seeking, take your life. That resurrection gonna have you singing. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to Lord. Oh, I must know, roll away all my sin, I've been saved by grace. This dead man, he did no longer, all because of that great robber. Yes, sir. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God did it. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. 'Cause I've been great like a ray robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by a great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to Lord. One more soul, one more sin, I've been saved by grace. This dead man, he did no longer, all because of that great robber. All because of that great robber. Hældi, velkomin á United sem komum gaman að sjá okkur hér í kvöld. Við ætlum að eiga yndislegt kvöld í kvöld. Ég hvet ykkur til þess að taka móti því sem Guð fyrir okkur hér í kvöld. Og í lofgjörðinni, hann undirbýr hjört okkar fyrir því orði sem verður predikað hérna í kvöld. Ég trúi því, hún Sigurbjörg hérna ætlar að tala til okkar og við vorum að tala hérna bænastundin áðan að margir sem eru búin að berjast í sorg og hérna ég trúi því að hún sé með orðin í kringustæði þínar. Ef þú ert að þinn staða sem að sorg eða kvíðin að fara með þig, þá hvet ég til að sita, hlusta og vera opinn og leyfa heilugum anda eiga við hjartað þitt. Og alveg eins og Finnbjörn var að tala það svo geggjað að eiga Jesú í líf okkar. Ef þú ert hér í kvöld í fyrsta skipti ertu velkominn. Það gott að vera Jesú hoppari, mátulega klikkaður, það æði. Og hérna ekki missa því tækifæri að taka móti honum inn í líðitt í dag. Við biðjum hérna eftir þegar hún búin að tala. Hvet ykkur til þess að koma til fyrirbæni, það gott. Ef við gerum ís á fætur, við ætlum að biðja saman. Faðir, bara við þökkum fyrir einn og sérkvæmt sem hér inn í kvöld, Drottinn. Þökkum fyrir að þú ert með okkur hér í dag, Drottinn. Takk fyrir þinn heilaga anda. Þú dvelur í lofgjöf þíns lífs, Drottinn. Eigðu við hjarta okkar, eigðu við hjörtu fólks hér í salnum, Drottinn. Við leggjum sérstaklega fram þá, Drottinn minn, sem að berjast við ótta eða kvíða, sorg í lífi sínu, Drottinn.
Faðir minn, mátt þú koma með þína læknandi hönd, Drottinn. Snerta við þeim, gefa þeim frið, gefa þeim frelsi, gefa þeim kærleika, gefa þeim gleði, Drottinn, og vonina á þig, Drottinn. Við þökkum fyrir að þér engin hlutur megn. Þú getur breytt öllu í líf okkar. Hér eru tugir, ekki hundruð vitnisburða það að þú getur snúið lífi okkar við, Drottinn, og við bara elskum þig og þráum það eitt að lyftum þínu nafni. Megi þú vera númer 1, 2 og 3 í lífi okkar. Við elskum þig og við lyftum nafnið þínu upp í Jesú nafni. Í Jesú nafni, amen. Síðan ætlum við að láta fötuna ganga. Það samskot. Góður predikari sagði, Guð elskar glaðan gjafara, ég veit ekki hvað hann gerir við hina. Nei, maður á ekki að segja svona. En það gott að gefa í Guðs ríki. Ekki gefa nauðung, heldur gefa gleði. Og þú hjálpuð okkur að halda starfinu gangandi, sem búin að vera gangandi síðan 2011, og við ætlum að halda áfram. Þúsundir hafa komið til trúar í gegnum þetta starf og eignast þú vonan í, og þú getur eignast hana í kvöld í Jesú nafni. Amen. Holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy. Veröldin öll megi sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa ég. Drottinn dýrðar til mér, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Drottinn dýrðar til mér, já, ég vil vera nær þér, ég vil vera nær þér. Heiðri þig
verden öll í sig. Sér hver sá hjörtunglaus og játti þín. Ekkert hindrar mig, því lofaði mér nú í sannleika. Ég tilbið þig, Drottinn friðar dvelur hjá. Ég vil vera nær í þér, vil vera nær í þér. Drottinn dýrar dvelur hjá. Ég vil vera nær í þér, vil vera nær í þér. Syng þér löf, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syng halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna við, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syng halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna við, halleluja, kom þú Drottinn. Syng halleluja, kom þú Drottinn minn. Kom Drottinn Jesus, kom Drottinn Jesus, kom Drottinn Jesus, kom Drottinn Drottinn dýrar dvelur hjá. Vil vera nær í þér. Drottinn dýrar dvelur hjá. Vil vera nær í þér, vil vera nær í þér. Drottinn dýrar dvelur hjá. Vil vera nær í þér, vil vera nær í þér.
syngja þetta saman. Vil vera nær í þér, ég vil vera nær í þér, vil vera nær í þér, ég vil vera nær í þér, ó, ég vil vera nær í þér, ó. Vil vera nær. Hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt þegar nóttin dimm, enginn hér. Drottinn Guð minn hér krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig þegar nóttin dimm, enginn hér. Þig vil ég sem skapaðir heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan hafdrandið hjól. Sner styrk minn gegnum lífsins ólgusjó.
Finn ég hvað er gott að lofa saman, það er að lofa saman. Við stillum okkar strengi, stillum raddir okkar saman og við köllum á nafnið. Heilagur Jesús, heilagur Jesús. Þakka þér fyrir nærveru þína hérna inni í dag. Þakka þér fyrir að þú þekkir hvert eitt og einast okkar. Takk fyrir að rífa okkur upp úr svörtustu stöðunum sem við hefum nokkuð tíma verið á. Við fáum að vera hérna saman, komin að lofa þig. Ég fer stundum á, ekkert stundum, ég fer alltaf á miðvikudögum, miðvikudagsmorgnum og ég spila flæðislokjur í klukkutíma þar í TSC skólanum. Skóli sem að ég mæli með að allir fari í ef þið viljið vita eitthvað meira biblíuna og kynnast þessu yndislega fólki sem að er í þessu samfélaginu og TSC skólinn bara, já, það er litla kraftaverkið. Og þegar við vorum að syngja þarna einn daginn, þá kom þessi kafli hérna. Það er vel við hæfi, hann komi núna eftir þessu þig vil ég lofa út af því að textinn kom og lagið allt á sama tíma og við sungum þetta saman hana í svona hálftíma. Það er svo gott að vera í nærveru Guðs þegar maður fær bara að vera saman og njóta þess. Þetta er mjög einfaldur texti, hann þetta er einhvern veginn svona. Ég lofa Jesú, ég lofa fyllist af anda, heilags anda Guðs. Og ég mæli með að syngja þetta með bros á vör og skiljiði, elsku Guðs. Þú veist, er það að fatta það? Þetta er rosalegt hvað þetta er gott, sko. Halleluja. Ó, ég lofa Jesú, ég lofa Guð. Ég fyllist af anda, heilags anda Guðs. Ég lofa Jesú, ég lofa Guð. Ég fyllist af anda, heilags anda. Komdu Gunni, já. Ég lofa Jesú, ég lofa Guð. Fyllist af anda, heilags anda Guðs. Ég lofa Jesús, ég lofa Guð. Fyllist af anda, heilags anda. Kallið út. Saman komin að lofa þig. Jesú. Sem ég vill og það er gott að lifa, það er gott
lofa Jesú, ég lofa Guð. Ég fyllist af anda heilagsanda. Ég lofa Jesús, ég lofa Guð. Og ég lofa Jesú, og ég lofa Jesú, og ég lofa Guð, og ég lofa Jesú. Ein nóta til, og fyrir því Jesú, og ég elska þig. Ég lofa Jesú, ég lofa Guð. Ég fyllist af anda heilagsanda. Fyllist af anda heilagsanda Guð. Ég lofa Jesús, ég lofa Guð. Fyllist af anda heilagsanda Guð. Ég lofa Jesús, ég lofa Guð. Ég fyllist af anda heilagsanda Guð. Svakaleg lókjörð. Ekki gaman. Bara þarna, þetta er fínt, já. Er Sigurberg hana? Já, já, Sigurberg Sara, gjörðu svo vel, elskan mín. Tökum vel á móti Sigurberg. Nú hætt við. Heyrist núna? Hvað gaman að sjá ykkur. Það er svo gott að koma hingað og ég er svo þakklátt fyrir hann Óla, dýrmæta Óla og fyrir starfið hans og það sem hann er að gera hér. Þegar ég var að hugsa hvað Guð vildi að ég myndi tala að því ég er náttúrulega búin að vinna við að hjálpa fólki í 17 ár og það var mjög skýrt það sem að kom og ég ætla að byrja að segja að ég stæði nú bara ekki í lappirnar nema að væri fyrir Guð og Jesú og það er bara svoleiðis. Orðið sem kom til mín sem ég langaði að tala er ljós og myrkur. Það sem að bara við öll held ég getum tengt við. Og ég spurði Guð að því að nú er ég ekki, ég er ekki að glíma við fíkn eða ég er ekki alki, en sannarlega á dreng sem hefur verið að glíma við það. Þannig ég var svona bara, en þá sagði Guð og talaði mjög skýrt, myrkrið er bara rosalega náttúrulega grimmt í þessum heimi og það er það sem við erum öll að glíma við. Ég
einhvern veginn hvernig mitt líf hefur verið og það kannski það sem að mér langar að deila með ykkur áður en ég fer að tala þú veist, sorgina en og það hefur með ljós og myrkur að gera. Jesús ljós þessa heims. Hann sannarlega það og það hvergi betra að vera heldur en með honum og í kærleika. Og ég sem sagt skilnaðarbarn og þið sem þekki það viti hvað fylgir því. Frá því ég var 12 ára þá hef ég farið í svona hátt í 50 aðgerðir. Fór í eina aðgerð 2009 þar sem að slagæð fór í sundur þannig að mér var ekki í huga líf. Pabbi barnanna minna hengdi sig. Þannig að myrkrið hefur sannarlega verið í mínu lífi og eins og hvernig það hefur verið núna eins og Óli búin að vera að tala þú veist, jarðarfarirnar sem hafa verið og allt unga fólkið og við erum sannarlega að berjast við myrkrið í þessum heimi. Og ég veit að mörg ykkar eru með alls konar verkefni, sorg og mér langaði bara svo að segja ykkur hvernig Guð hefur svona leitt mig í gegnum myrkrið sem að sem hefur svona dunið á mér. Ég man alltaf þegar ég þurfti að hringja á lögregluna þegar pabbi barnanna minna dó að ég man að ég ákvað að því ég ekki sammála tíminn læknar öll sár. Það ekki rétt. Við lærum að ganga með þessum stóru áföllum sem að verða í lífin okkar. En það sem að Guð hefur kennt mér og ég hef náttúrulega margrætt við Guð að hvernig maður dílar við myrkrið af því að lífið náttúrulega frekar auðvelt þegar allt gengur vel, erum við ekki sammála því? Þá þetta ekkert mál En það sem Guð fór með mig í gegnum að það eru náttúrulega í fyrsta lagi aðrar umferðarreglur á himnunum heldur en hér á jörðinni. Getum við verið sammála það? Við erum við eigum náttúrulega að biðja fyrir þeim sem með okkur það ekki og fyrirgefa eins og Jesús á krossinum, Faðir fyrirgefðu þeim þeir vita ekki hvað að gera. Þetta ekki alltaf auðvelt og það kannski þetta að þið öll inni eru dýrmæt, einstök, Guðsbörn og ég veit að trúa kannski ekki allir. En nú ég með, ég með fyrirtæki, ég að klára mína 3. háskólagráðu, búin að gera alls konar. Það ekkert sem jafnast á við það að eiga trú á Jesú. Ég bið fyrir öllum kunnunum mínum sem koma til mín og ég segi það að ég stæði ekki hér ef ég ætti ekki bænina. Og það bara þannig með myrkrið að því að myrkur innra með okkur alveg eins og það í heiminum og það vitum við og við erum að glíma við ljós og myrkur. Þið þekki það öll eða ekki. En hvað gerist þegar það myrkur? Við förum ofta að dæma okkur, það ekki? En mér langar að segja ykkur að það besta sem maður gerir þegar maður á Guð, að það að tala við hann myrkrið sem við erum að finna. En það oft mjög erfitt. Það oft mjög erfitt þegar maður finnur mikið til. Af því það rosa freistandi að fara bara að gera eitthvað annað og reyna að hugga sig í einhverju öðru. Af því að það gerum við bara, við erum bara fólk. Við erum bara manneskjur, við verðum aldrei fullkomin. Það bara einn sem fullkomin. Og hver það? Já, það ekki? Já, okkur ekkert ætlað að takast það því þá þyrftum við ekki á honum að halda. Það ekki rétt? Þannig en það svo mikilvægt að eiga samfélag við hann alltaf í lífinu.
Og það skiptir ekki máli hvað það er. Og þegar við erum að fara í gegnum mikla erfiðleika og okkur líður ekki nógu vel, þá skiptir svo miklu máli að tala við Guð það og þora að vera heiðarlegur. Oft það bara svona erfiðasta verkefni og líka þegar maður verður reiður. Ég fór í fílu við Guð þegar að pabbi barnanna minna dó. Sannarlega fór í fílu. Og ég var svo ósátt. Ég var búin að vera, með Baldri í kærleikanum, ég var búin að vera að gera alls konar. Hjálpa fólki, oft orð og ég ætla að segja ykkur kannski, þannig skiljið af hverju ég var sár, af því að ég hef oft fengið orð og mjög sterkt frá Guði bara, ég hef verið að keyra til dæmis og þá var fólk að labba og ég heyri bara Guð segja, keyrðu konunni í rauðu úlpunni heim. Og ég var alveg Guð, á ég bara ekki keyra allir í götunni? Á ekki bara, hvað, ég skil ekki, af hverju bara henni og eitthvað og var að röfla. Ég röfla oft í Guði og bara, ég er bara þannig. Og en svo hlýddi ég, sneri við og skrúa niður rúðuna, alveg sæl, má bjóða það far. Og þá kemur konan til mín og hún segir, ég var einmitt að biðja Guð almáttugan að hjálpa mér af því ég er að hníga niður. Svona er Guð. Amen. Og ég get líka sagt ykkur annað, árið 2009 þegar slagaðin fór í sundur hjá mér, að læknirinn sagði við mig eftir á, ef þetta hefði ekki verið þessi mánudagur, þá væri þú ekki hér. Og hver haldið að hafi séð það? Að það var allt þotulið Landspítalans að vinna og það er kennt þetta í læknadeildinni. Hvað gerðist? En svona er Guð. En ég bara veit, alveg óháð menntun og öllu sem ég er búin að gera, að Guð er bara búin að sanna það fyrir mér að hann er til og það getur enginn tekið frá mér. Amen. Og þess vegna finnst mér svo dásamlegt að þið séu hér öll. Mér finnst það að því að við eigum það öll sameiginlegt að finna leiðina þegar að okkur líður ekki vel eða þegar áföllin dynja yfir. Þannig að svo ég kom aftur að því, þannig að ég var búin að heyra svo mikið í Guði. Bara svona með alls konar hluti og bara sjá fullt af hlutum og svona. En það var ekkert áður en að hann dó. Og svo að vera eftir með 3 börn, það er líka brekka. En það sem að skiptir svo miklu máli er hvernig maður breytir myrkri í ljós og þið þurfum ekki að halda í 1 mínútu og þið geti gert það í eigin mætti. Ég er búin að reyna það gengur ekki vel og það verður oft svolítið messy. En Guð þráir að við komum með þetta til hans og það gengur yfirleitt bara miklu betur. Þegar við förum með sársaukann okkar, tilfinningarnar okkar, brestin okkar, ræða bara þetta við hann. Það er þetta nána samfélag við hann sem skiptir öllu máli og ég meina, og þið þekkið það öll. Ég alveg munurinn, ef maður er kannski reiður og talar ekkert við Guð og svo fer maður og segir eitthvað sem maður sér eftir. Það er bara að vera manneskja. En Guð mætir alltaf og þó ég hafi farið í fílu, þá náttúrulega fór Guð ekki í fílu við mig. Hann var bara með mér í gegnum þetta, en hann kenndi mér og ég trúi því að hjarta Guðs sé þannig að við eigum að velja ljós og breyta myrkri í ljós. Ég valdi að gera mynd eftir að hann dó sem heitir Þögult hár, en það var til að hjálpa fólki sem hefur lent í einhverju svipuðu og ég. Það getur enginn gert allt, en það geta allir gert eitthvað og þegar maður á svona samfélag og fólk sem trúir, þá getum við hjálpast að í gegnum þetta. Við eigum ekkert að vera fullkomin og við verðum það ekki og við þurfum á hvort öðru að halda til að labba í gegnum lífið.
Og það skiptir engu máli hvort maður að glíma við fíkn, áfengi, reiði, hvað sem það skiptir ekki máli hver glíman Það verður glíma hér á jörðinni. Einhver hérna sem ekki að glíma? Rétti vinsamlegast upp hönd. Nei, það enginn. Og ég segi bara sem betur fer veit maður ekki, allt. Og ég held að sé ástæði fyrir að stendur í Biblíunni að látum hverjum degi nægja sína þjáningu. Amen. Af því að og ég skrifaði bara því ég var að tala um ljósið og það sem að Guð var að tala til mín. Jesús segir, ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Amen. Og ríki Guðs réttlæti, sem Jesú Kristur, friður og fögnuður í heilugum anda. Guð ljós og í honum ekkert myrkur. Þið eruð ljós heimsins, stendur í Mattheusi. En þetta raunverulegt og við bara að horfa á það. Þið sjáu það bara í fréttunum, í heiminum. Þetta raunveruleg barátta. Og það þarf alveg, við þurfum að auðmýkja okkur í sársaukanum til þess að við komumst í gegnum hann. Af því að sársaukin hann getur verið svo mikill og stór þegar við erum að fara í gegnum svona erfiða hluti. Ég get alveg kennt ykkur og alveg með námskeið það. En mér finnst bara svo mikilvægt að tala um hvað það skiptir miklu máli að leyfa sér, að finna það sem að maður finnur. Maður á ekki að vera hræddur við það. Maður á ekki að vera hræddur við að finna reiði, skömm, ótta, vanlíðan. Haldið þið að Guð ráði ekki við það? Hann ræður sannarlega við það. Og ég veit alveg hvað þetta getur verið vont og erfitt og það skiptir ekki máli hvað þið eruð að glíma við. En eini raunverulegi styrkurinn, og af því að ég búin að prófa og ég búin að ræða mikið við Guð, það bara náð Guðs og bara samveran með honum. Það það sem græðir mann í róliheitunum og hann lappar með manni í gegnum svona stór verkefni. Af því að sorgin mjög flókin og það fylgir henni ofta alveg rosalega mikil reiði. Mér var svo fallegt, ég heyrði einn ungan dreng tala að hann orðaði þetta þegar fólk deyr að þá það að flytja til Guðs. Hann sagði mér betra að segja það þannig. En bænin bara svo öflug og að leyfa sér að sitja af því að heimurinn og myrkrið, það alltaf að trufla og reyna að draga okkur frá því sem Guðs. Af því þegar ég var að tala um umferðarreglurnar, það bara öðru vísi. Guð að biðja okkur að biðja og vera þakklátt og vera með honum, deila með honum hvernig okkur líður. Og það svo dýrmætt. En það ekkert endilega auðvelt. Sammála. Amen. En meðvirkni? Já, meðvirkni náttúrulega eitthvað sem að getur fylgt fólki bara frá bernsku. Og meðvirkni mjög, hún ekki góð og maður það hægt að lesa hana og biðja Guð að hjálpa sér eins og stendur í orðinu að já okkar sé já og nei sé nei. Af því þannig maður líka heiðarlegur. En það það búið að rannsaka að við, þegar við, hvort sem við skrifum eða bara þegar við getum komið tilfinningunum okkar í orð, að það lækning í því. Að tala og viðurkenna og það líka annað sem að myrkrið rosa mikið að vesenast með af því að einhverjir hérna sem horfa á fótbolta? Nei, enginn. Enginn? Ha, ég Liverpool? Nei. En það sem Guð sýndi mér einu sinni sem ég var svo fallegt af því mér gaman að horfa á fótbolta og
En þið vitið alveg að þegar dómarinn hann flautar, þegar leikurinn byrjar og svo flautar hann leikinn af, það ekki? Já, en haldið þið að einhver tíman í fótboltasögunni hafi einhver fengið að fara, sko, þó hann hafi klúðrað víti eða gert eitthvað, hann hafi bara svona togað í treyjuna hjá dómarum, bara get ég fengið að fara inn á og gera þetta aftur? Haldið þið að einhver tíma það hafi verið leyft? Nei. En ég ætla bara að segja ykkur þessu Guð svona opinberaði fyrir mér að hver dagur er svona eins og fótboltaleikur. Af því við eigum að vera í einum degi. Þú veist, það er verið að segja við okkur, við erum ekki hugsjúk neitt. Við eigum að biðja fyrir öllu. En það er flautað á þegar við vöknum á morgnana og leikurinn er búinn þegar við förum að sofa. Það hefur aldrei heldur neitt í fótboltasögunni náð að fara og breyta leik, er það? Nei. En við erum, myrkrið er svo mikið ofta vesenast í því að við þurfum sannarlega að horfa og skoða, bara eins og góði fótboltamenn og þjálfarar gera. Við þurfum að skoða leikinn, að læra af þeim. Þú veist, við megum alveg gráta og vera reið og leið og ég meina, þetta er allt rétt á sér. En svo kemur bara nýr leikur, eða ekki? Og það er bara rosalega dýrmætt að láta ekki myrkrið vera að eyðileggja fyrir sér daginn sem við eigum í dag. Af því eins erfitt og það hljómar, og ég þekki það af eigin reynslu, að bara sólin kom upp og allt haldi áfram þegar eitthvað hræðilegt gerist, þá er það samt þannig. Þannig að það er svo mikilvægt að láta ekki ræna sig. Af því að hver dagur er gjöf. Það er samt gjöf. Og Guð samverkar sannarlega allt til góðs. Ef að við bara þorum að tala við hann og segja hvernig okkur líður. Þannig að við þurfum að horfa á það sem er að baki og við þurfum sannarlega að vinna með það. En það er svo gott að hugsa lífið stundum svona. Og ég veit að æðruleysisbænin er svona og þið þekkið það mörg. En við náum ekki alltaf að lifa það út. Er það ekki rétt hjá mér? Við erum rosa mikið bara þarna eða þarna. Bara fortíða það sem er framundan og það er allt í heiminum er þannig að það er að draga okkur frá kyrrð, ró, bæninni, af því það er svo mikið áreiti. Það hefur aldrei verið þannig bara að það er bara alla tölur, landlæknisembætti og annað, það er bara aldrei verið eins mikið vanlíðan eins og er í dag. Þannig að ekki láta neitt ræna tíma með Guði. Og þó að eitthvað sé erfitt, þá er ég bara búin að reyna það af eigin raun að Guð samverkar allt til góðs. Og það er alveg sama hvað sársökin er mikill og vondur. Hann verður einhverjum öðrum til blessunar á réttum tíma. Ég veit að það er erfitt kannski að heyra þetta fyrir suma, en hann verður það. En það er af því að þannig eru umferðarreglurnar hjá Guði. En það var enginn sem sagði að þetta yrði auðvelt. Ég meina alveg frá því að Jesú fæddist, sem er ljós þessa heims, þá var myrkur að elta hann þangað til hann sigraði það 33 ára gamall. Er það ekki? Það voru börn drepin og það var verið að elta hann uppi og svo náttúrulega dó hann hræðilegum dauðdaga. Þessi barátta er alveg kýrskýr. En við höfum alltaf þetta val. Og ég horfði náttúrulega á Tom og Jenna þegar ég var lítil, ég veit ekki hverju mun eftir því. En eins og bara það var alltaf svona engill og púki. Og það er rosa gott að muna. Þú veist, á hvað er ég að hlusta? Þú veist, á hvað er ég að hlusta? Af því við erum oft duglegust að brjóta okkur niður. Eru þið að vinna með það að hrósa ykkur og svona vera góð við ykkur? Já, bara flott. Það er það sem við eigum að vera að gera. Við þurfum ekki að vera fullkomin. Okkur má líða illa. Guð vissi það allan tíman. En það sem að hjálpa manni að ganga beinn í baki, það er að horfa á það sem að hefur gengið á, bæði það góða sem ég hef gert, líka það slæma.
og bara viðurkenna það. Það mesti sigurinn af öllu, bara í samtali við Guð, í A-hópnum hér, bara treysta Guði fyrir ykkur. Og ég veit að bara sagan mín það stór og ég ætla að segja það aftur. Ég stæði ekki hér að tala við ykkur og ég var ekki að vinna við að hjálpa fólki ef það væri ekki fyrir trúna sem ég á Jesú. Amen. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ykkur velkomið að bara, ef þið viljið spyrja með ykkur, þá megi ég það. En annars bara, finnst mér búið að dásamlegt að vera með ykkur. Ég vil bara hvetja þá sem að kannski trú ekki eða að velta fyrir sér að bara biðja Guð að sýna ykkur hann til. Hann gerir það. Hann bara þannig. Þannig að Já. En við ætlum bara að vera með fyrirbæn og bara hvetja ykkur til að koma fram og bara takk fyrir að hlusta á mig og vera hér í kvöld. Og ég bið Guð að blessa ykkur, blessa vikun ykkar og